Hvað vitum við orsakir geðklofa? Við vitum meira en þó ekki nóg. En það mikið búið að gerast, eins og ég segi, sérstaklega svona á síðustu 10–15 árum. Þar hefur erfðafræðin leikið stórt hlutverk og við vitum í dag vel á annað 100 svona minniháttar breytileika í erfðamenginu sem að auka áhættuna á þessum veikindum. Flestir auka áhættuna mjög lítið af þessum fjölmörgu erfðabreytileikjum, en svo eru stærri erfðabreytileikar, kallaðir eintakabreytileikar, þar sem að við höfum ekki eins og venjulega 2 eintök af tilteknu geni, eitt frá hvoru foreldri, heldur hafa orðið þá mistök í raun og veru þegar að kynfrumur urðu til, þannig að við setjum uppi með 3 eintök eða 4 eða ekkert af tilteknu geni. En þarna sjáum við mestu breytingunni í áhættunni. Þarna sjáum við alveg svona 10-földun í sumum tilvikum á áhættunni, hvernig hún eykst, og þá hún orðin kannski sambærileg við það og að eiga 1. gráðu ættingja með þennan sjúkdóm. En áhættan svona gróft til tekið almennt í samfélaginu það bil svona 0,7 til 1 af hverjum 100 mun veikjast af þessum sjúkdómi á lífsleiðinni. Hvenær veikjast þeir? Þeir veikjast oftast ungir á aldrinum svona 16 til 30 ára, sjaldan kannski svona eftir 45 til 50 ára aldur þótt að það sé þekkt. Þannig að þetta ungt fólk sem að veikjast, fólk sem að þroskast, það að fara í gegnum framhaldsskóla, það að byrja á vinnumarkaði, það að mynda langvarandi vinasambönd, það að veikjast á mjög afgerandi tímapunkt í lífinu. Getum við spáð fyrir það hverjir veikjast með einhverju öryggi? Það getum við ekki, en við sjáum ákveðnar vísbendingar hins vegar á svona fyrstu æviárunum. Við sjáum til að mynda að þeir sem veikjast, þeir hafa oft haft einhver frávik í þroska á fyrstu bernskuárum. Það eins og í hreyfiþroskanum, það eins og í málþroskanum og það eins og í svona félagslegri samskiptagetu, að eiga samskipti við önnur börn og foreldra og aðra fullorðna. En þetta ekki nægilega öruggar vísbendingar til þess að segja okkur með neinni vissu þessi einstaklingur eigi eftir að veikjast síðar meir. Hins vegar, í aðdragandanum að veikindatímabilinu sjálfu, þá byrjar það ofta að gerast að það fara að koma fram erfiðleikar við að sinna bara þeim áformum sem þú hafðir í lífinu, svona ákveðið virknifall sem að byrjar að verða. Og það ekki alltaf einfalt að vita hvað á bak við það. Það sem foreldrar fara oft fyrst að hugsa kannski fíkniefni, hvort að þau að trufla, og vitaskuld geta þau verið að trufla stundum. Og þar má segja að það kannabis af fíkniefni sem skiptir langt mest í dag. Og við sjáum ef ungt fólk fyrir að nota kannabis, svona kannski bara 14, 15 til 18 ára gamalt, þá þetta 3–4-falda jafnvel áhættuna á því að þróa geðklofa með sér á lífsleiðinni. Það ekki samt mikil áhætta, en það veruleg og margföld aukning fyrir að fá þennan sjúkdóm. Það sem við vitum aðra utanaðkomandi þætti sem skipta máli, við vitum að hvernig meðganga gengur fyrir sig, það skiptir máli. Og þá náttúrulega heilinn að þróast, þetta sjúkdómur í heila. Við vitum að fæðingi skiptir máli, hvort það verður einhver heilaskaði í fæðingunni. Við vitum líka að næring skiptir máli. Það vitum við til að mynda með því að skoða tímabil í mannkynssögunni, það sem að heilu borgirnar jafnvel voru sveltar. Í kjölfarið þá jókst kannski 2-falt hættan á geðklofa fyrir þann hóp einstaklinga. En það sem við sjáum svona mest í daglegu starfi okkur í dag, það þessi samverkan við kannabisreykingar ungs fólks, sem að skapar bara afar sambærilegt ástand sem erfitt að kalla eitthvað annað heldur en geðklofa og gengur ekki alltaf tilbaka og alltaf öðruvísi fyrir kannabis heldur en fyrir önnur fíkniefni eða áfengi. Þetta miklu meira langvarandi veiki sem að mótar meira lífið til lengri tíma hjá þessu unga fólki.